Úrslitin 5-4 eftir vítaspyrnukeppni. Í hinum undanúrslitaleiknum mættust í Keflavík og KR og það var aðeins 1 mark skorað í leiknum. Þetta var sögulegu leikur þegar að Ólafi Gottskálssyni markverði var vísað að leikvelli fyrir að brjóta á ísúkinn Daða Dervids og dómarinn dæmdi auk þess vítaspyrnu. Keflvíkingar mótmæltu þessum dómi en Eyjólfur Ólafsson lét ekki segjast og Keflvíkingar urðu að senda inn á varamarkvörð í stað Ólafs Gottskálssonar. Sjáum þetta atvik hér. Daði fellur við og Mikael Bíbercic fékk það hlutverk að taka vítaspyrnuna. Og hann skoraði og þar með var ljóst að úrslitaleikurinn yrði milli KR-inga og Framara á Laugardalsvellinum. Og KR-ingar með boltann. Löng sending hér upp í hornið á Hilmar Björnsson. Hilmar kominn í gegn, hvað gerir hann? Og reyna að komast inn fyrir. Og Hilmar boltann skotar, skorar! Fyrsta marki í þessum leik. Skorar Hilmar Björnsson af miklu harðfylgi þegar að 38 mínútur liðnar reisnum. Hilmar Björnsson tekur forystu fyrir KR-inga. Fylgdi þessu vel eftir eina af þessum mörgu sendingum sem hafa komið aftur fyrir varnarmenn Framarana. Þar kom hann í honum bótt að skora. En þetta var bara harkanstekst sem að gildi á Hilmari. Hann er í baráttu, honum er hinn. Og hann bara fylgir eftir og tekst að pota boltanum í stöngina nær. Og KR-ingar hafa tekið forystu í þessum 37. bikar úrslitaleik í knattspyrnu. Og sendingin í hornið á Atli Einarsson. Hér er Daði Dervids. Nú er hann að passa sig. Þetta fær ekki rauðarspjaldi. Gult spjald og þar með rautt spjald. Og KR-ingar eru þarna til einu færri á vellinum í þessari stöðu. Þegar að fyrri hálfleikur er að verða búinn að þá er Daða Dervids, ísúkinn Daða Dervids, KR-ingi vísað að leikvelli og þetta getur nú aldeilis reynd afdrifaríkt. Já, þetta getur orðið vendipunktur í þessu leik. En Hilmar er ekki alveg á því að gefa eftir. Það er boltan með honum, kominn hér upp. Víti, já, hér er þann vítaspyrna Guðmundur Maríasson og Maríasson dæmir vítaspyrna leiks og Dervids á Framarana. Þetta var svona snöggt að það átti að þessu ekki á því hvað var að gera. Hilmar Björnsson kemur hér og er feldur hér af Ágúst Ólafssyni. Birgir Kristjánsson til varnar. Og Kristjánsson virkir vel og Bíbercic með skot, en Birgir boltan, það er dauðafæri þarna og Framarni Björgar sem kemur skot og framvörðin Björgar þessi slíka fílíkt mörgfasta. Bíbercic tekur vítaspyrnuna, Birgir virðist vita hvað hann er að gera, ver þetta frábærlega vel og hvað gerir Bíbercic? Þær boltan hér, hittir ekki boltan og nær hann síðan ekki í þessari paráttu sem gerist þarna í tegnum. Framara með hornspyrnu, hér á 22 mínútur liðnar á seinni hálfleik, sendingin fyrir inn og langt út. Tekið með trömbulskot en Kristján Berg og Ríkharður fær boltann og skorar! Framara hafa jafnað í þessum leik þegar að 22 mínútur liðnar á seinni hálfleik og það er Ríkharður Daðason sem jafnar metin fyrir Fram eftir þessu hornspyrnu og þessa hröðu og miklu sókn að marki KR-inga. Fram er búið að jafna þennan leik. Fram 1, KR 1 og nú verður aldeilis spann hér í Laugardalnum þar sem eftir lifir þessa leik. Ríkharður Daðason búinn að vera mjög ógnandi. 22 mínútur liðnar á seinni hálfleik. Fær boltan hér eftir að Kristján hafði varið boltan, ítt honum út fyrir og hann potar boltanum í netið og Framarar komið með mannlega stöðu hér, eru einum fleiri og búinir að ná því að jafna. Sjáum hvað hann gerir þetta, fallið hann Ríkharður Daðason og staðan orðin 1-1, KR 1, Fram 1. Leika hér áfram, sendingin á og Ríkharður kominn áfram og mikil barátta hér og Framararnir leika Þorsteinsdætti, reynir að leika, sendir að Ríkharður aðeins og skotar yfir, dauðafæri hjá Framarunum, þvílíkt dauðafæri. Þarna hafði Framararnir svo hæglega getað náð forystunni í þessum leik. Sóknirnar eru allar þeirra og þeir leika snilldarvel núna í framlínunni Framararnir. Og Hilmar með sendingu fyrir markið og skatti hér en Bíbercic lenti í átungmanninn í tegnum en ekki dæmt á það. Hann er búinn að fá mörg tækifæri til að skora hér og Bíbercic hér. Það er haldið í hann. Mikil barátta KR-ingarnir. Einar Þór Danielsson. Einar kominn á ferðina með vinstra megin.
leikur hérna mikil ferð. Sending fyrir og komin í gegn og Bíbesic skorar! Bíbesic skorar þegar 2 mínútur eru eftir Nýhjála Bíbesic eftir hvað mörg tækifæri sem hann er búinn að fá. Rífur úr peysunni og fagnar þessu KR-ingar búinn að ná forrystu og hann beinir sínum orðum sínum að Dana Dervić hér í stúkunni sem var rekinn út af áðan. Sjáum hvernig þetta gerðist. Boltinn fyrir frá Einari Þór Daníelssyni. Bíbesic nær skotinu og í bláhaldið hjá Framherjunum. Já, hann átti svo sannarlega skilið. Hann er búinn að vera við það að skora náttúrulega allan leikinn, brenna vítaspyrnu og ef einhver maður átti skilið að skora í þessari stöðu í KR-liðinu þá held ég að hafa verið Bíbesic. Já, þetta var algjört og rótsöld fyrir Framarana. Þetta var mark á síðustu mínútu. Og þar með blæs Guðmundur Stefán Maríasson til leiksloka í þessum 37. bikarúrslitaleik í bikarkeppni karla í knattspyrnu og það eru KR-ingar sem eru bikarmeistarar árið 1995. Sigruðu Fram í dramatískum og spennandi úrslitaleik með 2 mörkum gegn 1. Ótrúlega þetta og vera hryllilegur leiknarleikur. Mjög erfiður, ég veit ekki hvað púlsinn var náttúrulega, en það var hryllilegur. Skelfallegur. Íslensku liðin náðu ágætum